Sárt tap, Keflavík í kvöld, hvað að gerast hjá þínum mönnum? Mættu bara ekki tilbúin innan leik, flatir í byrjun og ekki að stíga út og öðvölda körfur og sóknarfrákust og vorum að tapa boltanum og við jöfnum þetta í seinna leik með smá baráttu og setja nokkuð stór skot en svo klúruðum við aftur bara í lokin með töpum boltum og við hittum ekki úr stór skot. Þú voru komin að stigi frá þeim næst held ég, þú voru komin stigi, það var 72-71 held ég. Já. Það var 3 mínútur eftir og svona alveg voruð að leika aftur. En hérna, eins og segir frákastinn, vandamál hjá okkur í kvöld. Hvað hlýtur að hafa verið svekkjandi að fá ekki að nota Myron? Já, hann var með okkur í vikunni og það hefur verið óskandi að hafa með okkur. Hann hefði klárlega hjálpað okkur hvað var það að frákasta. En við erum alltaf að nota sem okkur afsökunar séum og litlir en það er fullt af boltum sem eru bara að detti í hendurnar á þeim sem við hefum alveg getað tekið. Þannig að það er engin afsökun. Horfum fram á veginn, hvernig líst þér liðið koma undan hátíðum? Bara vel, ég er bara mjög spenntur fyrir þessu. Við erum að fá Snúu aftur inn í þetta og vonandi er Oddur bróðir minn tilbúinn eftir smá. Og Myron líka. Þá erum við loksins komið með liðið sem við áttum að vera með í alla vetur einhvern veginn. Þannig að klálega allt upp á hérna. Njarðvík með í úrslitakeppninni væntanlega? Já, sjálfsögðu. Alveg klárt. Herru, takk.